Við erum þá í viku 12 og erum sem sagt að klára senastu vikunum með eitthvað efni. Þannig að þessi tími fer í það og næsti tími fer þá í svona samantekt á áfanganum og upprifjun við það sem við erum búin að vera að gera. Síðan förum við yfir hvað verður til lokaprófs og ég mun taka hugsanlega saman eitthvað ég mun taka saman stóru póstana sem lokaprófið mun byggja á. Ég mun sýna ykkur lokaprófið frá því fyrra og ég mun gefa ykkur aðgang að því inn í Inspera, þannig að þið getið tekið það fram að lokaprófsdagsendingunni sem er 5. desember klukkan 1:30 og eins og ég var búinn að segja og senda tilkynningu þá verður það Inspera heimapróf, þannig að þið verður bara heima, takið prófið þar og gerið það frá 1:30 til 1:30. Síðan verður seinasti tíminn ég verð til staðar og við getum bara eitthvað kjaftað eða ég get hjálpaði með ykkur eða eitthvað. Þið getið spurt mig um eitthvað vefforrituna tengt eða bara hvað sem ykkur dettur í hug. En það sem við ætlum að byrja að gera í dag er að halda áfram með dæmi sem við vorum að vinna í seinustu viku og það kemur inn á þessa ósamstilltu forritun eða asynchronous forritun og Ajax eða nota Feds og erum með ESLint keyrandi og maður skoða villumeðhöndlun og hvernig við getum notað aðra leið til þess að vinna með þessar promises. En við endum hérna í seinustu viku. Við vorum að sækja gögn í þessa Open Library vefþjónustu og við vorum að gera það til að sækja lista af höfundum eftir einhverju nafni og sér í lagi var það eftir nafninu hérna Stephen King og við vorum búin að setja þetta upp þannig að, eða bara eins og var gefið að við erum með í raun þessa uppsetningu hérna, þar sem við erum með processing sem keyrir upp innan development þjón hjá okkur og við getum keyrt lint og við getum keyrt prettier og við kannski bara byrjum á því að bæta allir við hérna úr viku 11. Þannig að þá erum við komin á þann stað þar sem við erum með í raun bara hreint með við núna og við skal segja pússa þessu verkefni bara á eins og ég gerði í þessarinnstu viku, í seinustu viku og þið getið þá séð hvernig þetta eða sótt það sjálf. En við enduðum á því að vera að sækja gögn. Þannig að við keyrum núna, ég ætlum að keyra npm rundev. En við vorum með þetta hérna og við vorum að bíða eftir einhverju vefþjón og við vorum þá að sækja þessi gögn og síðan birtast þau og við búum til element fyrir allar þær niðurstöður sem við vorum með. Og það sem við vorum að gera er að nota þetta Feds. Þannig að muni hvað var svona seinasta sem við vorum að gera sem þurfti aðeins að breyta því hvernig ég var búinn að setja þetta upp til þess að láta þetta virka við að sækja þessi gögn. Ég var með þetta hérna inn í öðru falli sem við kölluðum eitthvað hérna create author eða eitthvað. Og hvað var slökum á Copilot og hvað var það sem við þurftum að hafa í huga þegar við erum að sækja þessu gögn? Og kemur í raun aðeins í ljós hérna í þessari hérna línu að það tekur tíma að sækja gögnin. Það gerist ekki strax og þetta tekur í raun einhver tíma og svo lengi sem þetta eru gögn sem við erum ekki með í minni á vefþjónunum þá skiptir ekki máli hvort það taki 100 millisekundur eða 100.000 millisekundur eða 100 sekundur. Við þurfum alltaf að gera ráð fyrir því að þetta í raun tekur ykkur tíma. Þetta gerist ekki strax. Og það er þessi
asynchronous forritun. Við skrifum forritið okkar og það keyrir ekki bara línulega niður, heldur gerum við eitthvað, kallum við einhverja vefþjónustu og síðan eftir einhver tíma þá fáum við svarið og þá getum við haldið áfram. Þannig að ef við tökum þetta hérna í burtu, eða við tökum þetta hérna og setjum það á eftir þessu, þá vantar okkur þetta response hérna, en þetta ekki gott að mig. Þannig að við segjum hérna, farðu að sækja einhver gögn á þessa slóð, þar sem þetta url. Og það sem þetta skilar, munið hvað það var? Já, á endanum skilar það JSON-i. Hvað skilar það strax? Sem að brúar þetta bil frá því að við köllum í þetta fall þangað til að við fáum eitthvað svar. Munið hvað það er kallað? Promise. Þetta er loforð eitthvað gildi sem verður til í framtíðinni. Og promise hefur tvær leiðir til þess að resolva. Það getur, það hefur tvær leiðir til þess að verða uppfyllt og það er annað hvort með bara gögnunum og þá er það þetta hérna, þá fáum við þetta response eða með villu og þá fáum við upplýsingar villuna. Og þá getum við birt einhverjar upplýsingar út frá þessu, en þá erum við strax komið með þessar 3 stöður sem við erum með. Við erum að 4 stöður. Við erum ekki með nein gögn, við erum með eitthvað empty state. Það er ekkert að vera. Sú staða getur líka komið upp ef við leitum að einhverjum höfund sem ekki til og við fáum tilbaka bara tóma niðurstöðusettið. Það er eitt state. Síðan erum við með state sem þetta loading state. Við erum að sækja gögn, þau eru ekki komin. Síðan erum við með state þegar gögnin bara skiluðu sér og við birtum þau. Og það er þetta state sem við erum með hér. Og svo erum við með 4. state sem einhver villa átti sér stað. Þannig að það er villustatið. Þannig að þetta er alltaf hluti sem við þurfum alltaf að hugsa þegar við erum að sækja gögn í eitthvað annað. Eitthvað út frá því sem við höfum ekki stjórn á. Hvort sem það eru vefþjónustur, gagnagrunnar eða einhver önnur kerfi sem skila okkur gögnum. Make þetta sens? Þannig að alveg eins þegar við erum að vinna með atburðina og við skrifum eitthvað forrit og svo bara bíðum við og svo allt í einu kem ég inn og smelli á takka eða slægi á lyklaborðið og þá keyrir einhver forritsbúti hjá okkur. Að þá er þetta við sendum bara einhverja beiðni, ég vil sækja þessi gögn og svo eftir 1 millisekundu eða 200 millisekundur koma gögnin tilbaka eða villa tilbaka og við bregðumst við því. Og þá ef við lesum þetta alveg og brjótum þetta alveg í sundur og tölum bara hvern hlut í einu og svo við byrjaðum bara að taka allt þetta hérna í burtu og setjum þetta bara hérna, höfum þetta til hliðar og við ætlum að segja þetta er í raun, þetta er fyrsta skrefið og ef við bara gerum þetta rétt, svona. Við förum hérna og þá sjáum við að við erum með eitthvað promise og það er með eitthvað state pending og hérna uppi var það með eitthvað promise state fulfilled sem var áður en í reloadaði að þá búið að uppfylla það. Hérna er það að sækja gögnin og svo fær það rejected ef það kemur villa. Og hérna sjáum við að það gerist ekkert meira. Við erum bara föst í þessu, það er bara sækja gögn. Af því að við gerðum ekkert við niðurstöðuna. Og það sem við gerum við niðurstöðuna er í raun að setja á hana eitthvað þegar það eitthvað gerist, þá ætlum við að gera eitthvað. En það er annað sem við sjáum hérna, er í raun að ég get tekið þetta og sett þetta inn í breytu. Því að ég get tekið þessa breytu og ég get sent hana í forritinu mínu. Sem þýðir þá að ég er komið með gildi sem ég get sent inn í föll
og látið eins og sé gildi þó að það sé í raun ekki komið með alvöru gildi sem okkur samum fyrir eftir eitthvað tíma. Þannig að ég get búið til annað fall núna sem heitir bara handle author promise. Þá tekur við eitthvað promise og ætlum að logga út aftur hérna og sleppið hérna og segjum svo bara svona. Þannig ég get tekið þetta gildi og sjá gefum þetta svona og ef við vistum þetta og keyrum hérna svona byrjum við, hvað kemur þessi vilja sjáum hvað verður. Ok, þannig að ég allavega núna aftur komið með þetta promise hérna og vil logga út í þessu falli hér. Þannig að ég búinn að taka þetta niðurstöðu nú því að kalli þetta fetch. Ég búinn að setja það í breytu, ég búinn að taka breytuna og ég búinn að senda henni yfir í annað fall. En þetta gerist í raun bara á einhverjum nanosekundum þegar forritið okkar keyrir. Þetta hérna, í raun að sækja gögnin, tekur alltaf miklu lengri tíma og ef við, sjá, hann er einhver villa hérna bara þegar við erum að sækja þetta. Þannig að gera hér og ég athuga, ef við setjum þetta hérna, XHR, þá sé ég bara það að sækja gögnin í Open Library hérna, öll XML HTTP request, sem er í raun fyrsta útgáfan af þessari IX virkni, en þetta hérna er í raun það sama, XHR, fetch, IX, þetta er allt að mýsa í sama hugtakið. Við sjáum hérna að þetta tekur 226 millisekundur. Þannig að senda gögnin hérna milli þetta hérna fall bara í nanosekundum. Bara tekur enga stund. Þetta er bara minni vél að keyra og allt keyrir mjög hratt fyrir tölvu. Hitt keyrir mjög hratt fyrir okkur, 226 millisekundur eru mjög fljótar að líða, en fyrir tölvu er það heil eilífð. Þetta er alveg mörg, alltaf 100.000 order of magnitude lengur að gerast. Þannig að þetta fer hingað og við getum sagt á þetta then og þá fáum við tilbaka eitthvað callback eða þá skilgreinum við eitthvað callback sem keyrir þegar þetta er tilbúið. Þá er þetta alveg eins og þegar við vorum að vinna með hérna eventana að ég get núna skilgreint eitthvað hér sem heitir bara response. Það yfirleitt kallað þegar við erum að sækja úr hérna með fetch og við getum loggað response. Ok, hérna ætla ég líka að segja eitthvað annað og ég ætla bara að segja búið að sækja. Hvað gerist núna? Fer í fallið og rendera þetta út. Hvað mun skrifast í konsolið þegar ég keyri þetta? Já. Ok, og skiptir máli ef við gerum þetta svona. Já. Þannig við erum í raun að segja við þetta hérna, að við erum að segja alveg eins og þegar ég er með event handler, þá er ég að segja að þetta er það sem að keyrir þegar þetta er búið. Alveg eins og ég get kallað að ég hef sett marga event-lesunara, þá get ég sett mörg then á promise. Þannig að þau munir bæði keyra í þeirri röð sem ég skilgreinaði. Þannig við förum hér og hreinsum þetta svo við sjáum. Þá kemur promises sem við loggaðum út, svo kemur búið að sækja sem var þetta hérna og svo kemur þetta response, þar sem við fáum í raun response tilbaka. Ok, þannig að þá erum við með eitthvað gögn. Og þá erum við sér í lagi með
response hlut sem inniheldur einhver gögn og response hefur þessi 3 föll sem við getum kallað til þess að taka gögnin út úr responsinu. Þegar responsið getur tæknilega séð verið risastórt eða það getur verið skrá eða það getur verið margar skrár eða það getur verið binary hlutur eins og mynd. Þannig að við þurfum í raun að ákveða hvernig ætlum við að meðhöndla þetta sem við erum að sækja frá þessari vefþjónustu og þá þurfum við í raun að vita eitthvað vefþjónustuna eins og alltaf helst þurfum við að vita bara hver semantíkin í henni, hver merkingafræðin í vefþjónustunni. Og merkingafræðin eitthvað sem við þurfum að vita áður en við skrifum forritið okkar og sú sem við fáum út úr skjölunni á vefþjónustunum. Þannig að þá vitum við í raun að við munum fá eitthvað JSON hlut, við munum ekki fá hreinan texta eða fá einhvern binary hlut. Þannig að við þurfum í raun að sækja JSONið og það þá á responsinu sem JSON. Og það skila líka promise út af því að það í raun ekki instant að taka risastóran JSON hlut og breyta honum yfir í JavaScript object og skila okkur honum. Þannig að það verður að segja, það gæti tekið 2 millisekundur, 1 millisekundu, einhverjar þúsundir nanosekundna. En það mun ekki gerast nákvæmlega sama tíma og ég kalli þetta af því að það flókið. Það þarf í raun að taka fullt af þessum texta, parsa hann, passa upp á það vill í honum og skila síðan því til forritsins. Þannig að núna, þegar ég logga þetta út, hvað fæ ég þá? Nei, promise. Af því að það ekki búið að gera þetta, að taka úr responsinum og parsa það og skila síðan því. Þannig að þá þurfum við aftur að taka þá niðurstöðu og cut í þenn og skila okkur því sem kemur út í því. Þannig að þá fáum við hérna einhver gögn og þá getum við sagt þá kemur promise, response, pending á að taka gögnin úr úr responsinu og síðan lokum fáum við objekti sem inniheldur þá allar niðurstöðugurnar okkar sem þá allir þessir höfundar. Ok, þannig að það, já. Hvað þýðir það þegar það svona svíi og svo sama sem svo svona kóði? Þetta? Já. Þetta fat arrow syntax eða ónefnt anonymous fall í JavaScript. Þannig að þetta hérna segir argumenti sem kemur inn í fallið heitir data og þetta bodyið á fallinu. Og hvað væri þá data í þessu? Data þá í raun objektið sem inniheldur allt frá vefþjónustunni. Þannig að ef ég skil þetta svona þá gerist það sama. Þannig að þetta hérna í raun fall sem bregst við því þegar þetta uppfyllt. Þetta eins og þegar við vorum með onClick handler, við gerum add event listener click og settum síðan fall. Þá getur það bæði verið eitthvað fall sem við skilgreinum svona, en ef við vitum til dæmis, við þurfum ekki falla þegar við ætlum bara að taka þetta úr þessu og gera sér eitthvað við þetta, þá þurfum við ekki alltaf að búa til nefnd fall. Þetta nefnt fall sem heitir handle.json og þá get ég tekið það og ég get svona inlinað það beint það sem ég með þetta. En ef ég geri þetta fæ ég nákvæmlega sömu niðurstöðu. En þetta eins og ég myndi taka þetta hér allt saman, þennan part, setja hann hérna, en þá til þess að þetta að gera greinamun á syntaxnum, þá verður það að setja þessi pílu og þá þetta sambærilegt. Þannig að þá sjáum við hér að við erum komið með
eitthvað sem þarf að taka við þessu promissi, þarf að bæta við það eitthvað sem að gerist þegar promissið resolvað, svo þurfum við að gera eitthvað sem að sækir JSON-gögnin úr þessu. Þannig við erum komið með hérna, svolítið mikið að vera. Þetta er svona fall inn í falli. Og síðan getur þetta flækst, af því að við ætlum til dæmis að búa til form, þar sem ég skrifa inn nafnið á höfundinum til þess að sækja gögnin, og þá er ég með fall sem tekur við því að ég íti á formið, sem síðan sendir í burt eitthvað promise, sem síðan resolvast þegar promise er tilbúið, sem síðan tekur JSON-gögnin, sem síðan sendir henni eitthvað fall sem skrifar út hvað er að vera. Þannig að þetta er alveg orðið svolítið svona möguleiki að við verðum með svolítið spagetti kóða þarna. Og þá er það svolítið fyrir okkur að hugsa hvernig getum við gert það þannig að það sé í raun auðvelt að lesa kóðan, auðvelt að hugsa hann og auðvelt að færa rök fyrir því hvað er að gerast. Þannig við þurfum ekki alltaf að vera að fara inn í þetta og býtum við, þetta hérna gerir hvað, þetta gerir hvað. Og við getum notað þetta then og cuts til þess að strúktúra kóðun okkar, en það er til annað sem er svona syntactic sjúkar eða syntax sigur sem er í raun leið. Hafið heyrt þetta koncept, syntactic sjúkar? Það er þegar við erum með forritunarmál og það er ein leið sem er svona rétta leiðin til að gera hlutina, eins og að nota then og cuts. Nema út af því að það er oft leið til lengri kóða. Það er svona meira en maður kannski myndi vilja að það sé. Við erum skrifa óþarflega mikið, það er svona erfitt að hugsa það. Þá er búið að taka svona og setja smá sigur sem að gera það aðeins auðveldara að kyngja því hvað er að gerast. Og þá er það bara að fela fyrir okkur þetta sem er að gerast og leyfa okkur að nota eitthvað sem er kannski auðveldara að hugsa. Og ef við tökum svo þetta hérna fall og við ætlum að endurskrifa það og leyfa þessu bara vera og kallum eitthvað annað hérna. Við ætlum að kalla það handle author promise vaf2. Það er með eitthvað promise og það ætlum að gera þetta alveg saman, en núna ætlum við að nota hluti sem heita async og await. Og fjarlægum þetta hérna líka. Og það sem að það er, async og await, er bara leið til þess að geta hugsað þessa keðju sem við þurfum að leysa úr línulega, í staðinn fyrir að við þurfum alltaf að gera fall sem fyrir inn í fall sem fyrir inn í fall. Þannig við erum að hugsa þetta inside out, þá getum við hugsað þetta bara svona eins og annan forritskóða sem við skrifum. Og þá segjum við, í staðinn fyrir að segja promise.then, þá segjum við bara, ég ætla bara að bíða eftir því að þetta promise klárist. Þannig ég ætla að segja response er await promise. Ég ætla bara að bíða eftir því að þetta promise resolve. Og þá getum við hugsað þetta þannig að forritið okkar er bara hérna og það bara bíður. Bara sem við myndum halda að þetta myndi keyra bara ef við varum að koma svolítið köld að þessu. Bara svona, já, ég kalli þetta og ég bíð eftir þessu að þetta gerist. Þannig við erum í raun að láta eins og þessar 200 millisekundur eða hvað sem eru 200 sekundur, þær séu ekkert issue fyrir okkur. Þetta bara gerist eitt og eftir öðru. En það sem í raun gerist er í raun að túlkurinn, javíska túlkurinn, sér þetta await lykilorð og segir, já, herri, þú ætlar í raun að bíða til þessu. Ég ætla að taka þetta og ég ætla að setja til hliðar. Og ég ætla að gera eitthvað annað sem geti þá verið að sækja einhver önnur gögn, að bregðast við því að þú smellir á eitthvað annað eða slára lyklaborðið eða eitthvað svoleiðis. En þegar þetta promise klárast, þá ætla ég að byrja forritið þitt á þessum tímapunkti aftur og halda áfram að keyra það. Meikar það sens? Þannig að þetta er svona svo pási bara þarna, man allar stöðuna, man allar breytur, man allar allt state í kringu það sem við erum að vinna með, staða á öllum breytum og heldur síðan áfram. Og þetta koncept er kallað continuation og er hægt að gera í öðrum forritunarmálum og er oft notað til dæmis með að við sjáum lykilorðið yield, þá er það föll sem gera það sama. Föll sem að þau skila einhverju og svo segja ég bara eitthvað, ég er í pásu og svo kallar ég mig aftur og þá kviknar aftur á því. En það er eitthvað hérna
await expressions are only allowed within async functions and at the top levels of modules. Ok? Þannig að út af því að þetta fall ætlar í raun að nota þennan await, þá verður það að segja, við verðum að segja explicitly, þetta fall hérna, það notar þetta await. Þá segjum við hérna fyrir framann, async function, það sem async bara stytting á asynchronous, sem gerist í raun ósamstillt, ósamfasa, og það gerist í raun ekki í venjulegri keislu. Og hérna kemur inn í þetta syntactic sugar, sem þá í raun að, ef við hoverum hérna yfir, þá sjáum við að þetta hérna, það skilar núna promise void. En ef við förum hérna, yfir þetta, þá skilar það void. Og þetta void í raun bara, það skilar engu, það skilar bara sjálfgefna gildinu sem undefined, af því að það ekkert skilgrifið hérna. En hérna í raun gerist það eftir að eitthvað promise á sér stað. Ok, þannig að við erum búin að gera þetta. Og þá núna response inniheldur þessi gögn. Og nú get ég sagt hérna aftur, console log response. Og nú ég komin á þennan stað. Þannig að í staðinn fyrir að skrifa allt þetta hér, þá þurfti ég bara að skrifa await fyrir framann og setja það inn í async fall. Aðeins minna, aðeins kannski þægilega að hugsa þetta í mörgum tilfellum. Ok, nú ætla ég að breyta þessu hérna. Ég ætla að kalla þetta hérna. En þá núna smá bobbi. Hvað það? Hvað gerist núna ef ég keyri þetta? Hver mun bíða? Þessi hérna. Við köllum þetta hérna. Þetta fall fyrir að bíða. Ok, en það ennþá eitthvað að því að ef þetta að bíða, hvað þýðir það þá fyrir uppkeðjuna, eða það sem kallar ég þetta? Hann þarf líka að bíða. Þannig að út af því að þetta hérna, þetta skilar núna líka promisi. Þannig að þá þurfum við aftur að gera hérna await. Af því að annars, ef við myndum ekki vera með þetta svona, og við, keyrum þetta, þá kemur responseið á einhverjum tímapunkti að því ég loggaði út hérna. En eitthvað svona. Hvenær mun þetta skrifast út? Nei, það bara kemur á undan því. Af því það sem að gerist við búum til þetta hérna promise og forritið okkar heldur áfram. Við sendum promisið yfir í þetta hérna og þetta hérna fall fyrir pásu. En síðan höldum við bara áfram hér og loggum þetta út. Þannig að þetta hérna pásar ekki, það heldur bara áfram að keyra forritið. Þannig að ef ég myndi núna vilja bregðast við ykkur hérna, þá myndi það þurfa að gera svona await. En við getum alveg sagt bara okkur alveg sama. Við erum bara búin að gera það sem við viljum. Nema, hérna erum við með eitthvað return list. Og listin í raun það sem við viljum í raun sækja úr eftirþjónustu sem listin af þessum höfundum. Þannig að við verðum að bíða hérna ef við ætlum í raun að fá hann lista síðan og senda hann eitthvað áfram og gera eitthvað við hann. Þannig að þá verðum við að gera await hér og þá verðum við að segja const list. Nei, það var nú eitthvað, það var þetta hérna. Við köllum þetta data. Og ég ætla að taka núna þessi gögn og ég ætla núna í raun að ídra í gegna þau. Þannig að hérna ætla ég að gera ráð fyrir því data á að vera niðurstaða JSON frá API. Þá erum við að býja til því og þá er ég að merkja þessi hérna sem async og þá erum við með hérna eitthvað og hvað gerist þá hér? Nú erum við bara að rekja ykkur upp keðjuna, þannig að þetta alltaf bara, ef við erum að kalla eitthvað sem async, þá þurfum við einhvern veginn að meðhandla þessa stöðu, þetta ástand sem að fallið í á meðan það er að sækja gögnin.
Þannig hvað þurfum við að gera hér? Ef að ég vil að þetta authors hérna inniheldur DOM element með öllum höfundum. Að þetta sé sannarlega með öllum höfundunum sem ég fekk úr vefþjónustunni í þessu DOM struktúr okkar sem einhver ULI listi sem ég get birt. Hvað þarf ég að gera hér? Jú. Þannig að þá þarf ég að gera alveg svo hérna að ég þarf að setja await hér og þá það aftur await verður alltaf að vera inn í hvernig falli? Async falli. Þannig að þá erum við komið svona og nú erum við búin að rekja okkur alveg niður á byrjunina á forritinu okkar. Af því að þetta hérna kallar í forritið og ég gerir ekki neitt annað en að bara kalli það. Þannig að þá þurfum við núna, ef við gerum þetta, þá fáum við ekki gögnin, við erum ennþá bara með sækigögn. Þannig að núna þurfum við að fara hérna og við ætlum að segja, hér vorum við með eitthvað svona og við viljum að þetta virki. Ég ætla að taka bara þetta út hérna. Og til þess að þetta virki, þá þurfum við að skila einhverju, af því að við gerum þetta núna, þá fáum við villu, af því að data is undefined. Þannig að þetta hérna skilar undefined, af því að við erum ekki að skila hennu. Þannig að núna þurfum við að sækja gögnin úr responsinu. Hvernig gerum við það? Þetta er alveg eins og áður nema nú ætlum við að nota async og await í staðinn fyrir then og við viljum í raun fá sama að gerast hér. Promise inniheldur fallið JSON. Þetta response inniheldur fallið JSON sem skilar promise og við viljum fá niðurstöðun úr því. Hvað getum við gert? Return. Hverju? Response. Svona. .json. Það virkaði. Nema við glemdum að hreinsa þetta út og við þurfum að gera það núna eftir að við erum búin að sækja gögnin. Þannig að hvar vitum við að við erum búin að sækja gögnin og getum hreinsað út þetta sækja gögn áður en að við setjum inn nöfnin á höfundunum. Eftir const data await. Já. Þannig að hérna vitum við að gögnin eru komin, við erum búin að sækja þau úr vefþjónustunni, þá getum við hendis út og sett inn alla höfundana. Þannig að þarna erum við að lesa núna í gegnum forritið. Ef við tökum þetta svona. Núna erum við að lesa í gegnum forritið svona eins og við myndum halda ef að þetta væri í raun bara skrifa línu fyrir línu og forritið okkar væri alveg sama það að eitthvað hluti tekur lengri tíma en að keyra í gegnum þetta. Þannig að við segjum, búið til eitthvað fetch hérna, meðhandlaði það og bíðum eftir því, það tekur tíma, við ætlum að bíða eftir því. Þegar það er búið, þá veit ég að búið að sækja til gögnin. Þá tæmi ég þetta loading state og hendi inn öllum gögnunum. Nú erum við villað hérna. Byrjum við, nú fór sækja gögn. Það hvarf. Af hverju hvarf það? Já, betur við gerum bara einhver, þarna kemur það. Betur við, einhver önnur villa í gangi hérna. Hvað er í gangi núna? Jú, en núna nefnilega er þetta, þetta meikar sens þegar við horfum á þetta svona, en hvað er í raun og veru að gerast?
við erum að bíða hérna eftir öllu saman. Sem því þá við sjáum aldrei þessi hérna loading skilaboð út af því að þetta gerist allt í einu. Þannig að við skilum ekki listanum okkar hérna fyrir en eftir við erum búin að sækja gögnin. Þannig að við erum búin að laga einn hluta en skemma annan. Nú þurfum við aðeins að dekonstrukta þetta og hugsa þetta aðeins öðruvísi hvernig við ætlum að setja þetta upp. Alveg mest hérna loftlaust hérna inni. Ég sé alltaf svona. Herri, klárum hérna og svo skulum við taka okkur pásu og vonandi koma fersk tilbaka. Ok, þannig að til að byrja með þá þurfum við í raun og veru ekki að gera þetta svona. Við þurfum ekki að senda þetta hérna þegar við getum í raun bara losa okkur við þetta fall að við sjáum að það rosa lítið sem að gerast hér. Þannig við getum bara tekið þetta, bara hendum þessi burtu hérna, öllu þessu hérna og gerum það þannig að þessi hérna gaur ætlar ekki að haga sér svona, hann ætlar í raun bara sjálfur að sjá að bæta sér við dommið og ætlar það svona frekar að segja það eitthvað query og það eitthvað parent og parent ætlar þá að vera það sem við ætlum að setja þetta inn í og parentið þá þetta main element og við ætlum að setja það inn hérna. Nei, það á að heita parent og þá segjum við hérna ok, við ætlum að búa til þetta, við ætlum að sækja gögnin, nei við ætlum að búa til slóðina, við ætlum að gera þetta hér og hérna ætlum við að segja parent append child list. Síðan ætlum við að segja svona og data ætlum þá bara að vera hvað? Response.json Svo tæmum við og svo bætum við. Þannig virkar þetta. Og þá sjáum við að þá erum við ekki lengur minnit hérna, þannig að þá verður þetta svona. Þannig að við sendum þetta af stað sem að er með eitthvað query og með eitthvað element. Þessi hérna gaur þarf í raun að passa upp á það að sjá þessar 4 stöður sjálfur. Og við erum í raun bara búin að sækja í raun gera 2, þannig að við bætum við hinu 2 og þá komum við að því að hérna niðurstaðan frá vefþjónustunni gæti í raun verið einhver villa. Þannig að ef að við breytum hérna slóðinni í eitthvað svona þá fáum við bara eitthvað uncaught network error when attempting to fetch resource og það var í raun út af því að þessi slóð ekki til. Og þá komum við að því að við viljum í raun bæta við einhverjar villumeðhöndlun. Þá, þegar við erum að nota async og await, þá notum við try og catch. Þannig þá tökum við þetta, við tökum þetta hérna, þar sem við erum í raun að awaita og við setjum það hérna inn og svo segjum við catch og hérna eitthvað R sem kemur tilbaka, errorið okkar. Þá segjum við villa R. Þá segjum við hérna villa og þá erum við búin að grípa hana. Við erum búin að sjálf búin að skrifa forritskóða sem að sér villuna. Áðan þá gerist villan og hún fór bara alveg upp í kistuna á forritinu okkar og ef við hefum verið með eitthvað annað sem verðum að vera, ég ætti að geta ítt okkur takka eða gert eitthvað, þá það allt hægt að virka. Af því það hefur verið ómeðhöndluð villa eða exception í forritinu okkar. Þannig núna grípum við þá villu og getum gert eitthvað við hana. Og þá sjáum við líka hérna núna að data verður allt í bara eitthvað undefined og við fáum það hérna, data is not defined, að því að við bregðumst við villunni en svo heldur forritið okkar áfram og í raun reynir að taka gögnin úr data sem þá óskilgreint.
Þannig að út af því hvernig const virkar þá getum við heldur ekki gert það svona því að núna það skópað við þetta hérna blokk. Þannig að við þurfum í raun að gera það þannig að ytra blokkið, ef við minnum hvernig föllin virka og skóp, þannig að þá þarf ég að segja let data og ég get sagt að það sé bara null og svo segi ég hérna data jafnt og þetta. Þá ég samt sem aður ennþá að fara að fá villu út af því að þá þetta hérna bara null og ég gerir docs á null, þá fá ég eftir villu. Þannig þá get ég sagt hérna, get ég frekar sagt kannski, ég veit ekki neitt, ég get frekar sagt bara hérna if not data eða if data, þá vil ég gera þetta. Else, sjá hérna, villa við að sækja gögn. Þá fæ ég villuna, þá segi ég hérna, hún blikkar okkur hérna sæki gögn, en það gerist bara svo hratt að því að þetta ekki, við getum kannski fekað þetta með því að setja frekar bara eitthvað svona. Þá fáum við aftur villu, en við erum samt að sækja. Ok, nú ef við lögum þetta, þá þetta komið. Það er ein staða eftir, ánægð pása. Hvað er það sem við eftir að gera ráð fyrir? Tómasstaðan, rétt. Þannig ef við sendum núna eitthvað svona, að þá fæ ég bara tómaskjá sem gæti þýtt einmitt tómasstaðan, en gæti líka þýtt villa, þannig að það er svona einhver óvissa. Þannig þá viljum við frekar bara segja að það fannst ekkert. Þannig að þá getum við sagt if data docs length jafnt og 0 og þá segjum við ekkert fannst. Þá getum við aftur sagt hérna else, þá svona, já, kemur út á sama stað, út af því að ef þetta er tómt, þá keyrum við aldrei ítrununa því að þetta er bara tómafylki. Ok, þannig að þarna erum við með allar stöðunar. Loading state, error state, gagna state og empty state. Ok, taka pásu. Byrja aftur 5 mínútur í.